Sagan greinir frá horfinni tegund. Hlekk á milli manns og dýrs. Öldum saman hefur hann lifað í felum. En nú loksins teygir hann sig fram og tilbúinn að láta finna sig. Það renn þarna. Afsakaðu. Hæ. Geturðu talað? Já, og skrifað líka. Rithönd mín ekki fín, en þú veist, gagnstæðir þumlar og breiðir fingur, þú veist. Þetta herra Hlekkur. Þú veist, eins og týndur hlekkur. Nei, ég skil ekki. Gríðarlega stórvaxin vera. 2,5 metri á hæð, 300 kíló að þyngd. Frekar, þú veist, 290 kíló, sko, það hárið sem lætur mig virðast þyngri, held ég. Það dálítið villandi, það frekar ergilegt. Hann Hlekkur við fortíð okkar, tenging við nútíðina og brú til framtíðarinnar. Bíddu hægur, ég sagði líkt og ég vissi hvað þetta við, en svo ei. Í vor. Hinum megin á hnettinum frændfólk mitt. Viltu fara með mig þangað? Ég þekki leynileiðirnar í gegnum fjöllin. Mjög heitt hérna. Endilega settu rif á gluggann. Þetta betra. Leitin að hans líkum Ég sný aftur með sönnun merkustu uppgötvun aldarinnar. mun verða að ævintýri. Af goðsagnakendri stærðargráð. Þú drep hana ömmu! Fljótt, eitthvað þarf að veitir lífskossinn. Þú ert maðurinn í það. Ég andfúll? Hann týndur Hlekkur. Kastaðu mér upp á pitinu. Ég held þú sért aðeins og þung. Þvæla! Nú, beittu öllum kröftum. Það erfitt að vita hvor á sökina. Reynum þetta aftur.